Una con la pase. Halló. Það er svo dásamlega vel mætt, ég held ég noti bara mikrofón. Takk elskulegu vinir, ættingjar fyrir að mæta, ótrúlega góð mæting. Það gleður mig mikið að sjá ykkur og ég er með dagskrá. Já, mamma hefði orðið nýra í dag og það hjálpar okkur öllum og styrkir okkur að muna okkar góðu forfeður og sérstaklega ömmubörn sem fengu ekki kynnast henni og ég er ánægð að þetta gekk upp að hóa ykkur öllum saman. Það eru smá breytingar á dagskrá sem ég segi frá seinna. En Trausti Jarl, þið vitið aðeins kannski að tala Erlu og Jarl. Þannig var að í grunninn máli þetta. Íslendingar dýrka ekki tunguna heldur bókstafinn. Þannig að ég fór að nöldra á Facebook yfir því að sum nöfn væru bjöguð eins og Þuríður, Guðríður og Ingiríður sem að ýmsir flissuðu af þegar voru börn. Rétta myndin er Guðfríður, Ingifríður og Þórfríður. Og eftir ég var búin að nöldra á Facebooku þessu, þá rann mér kalt vatn milli skinns og hörins þegar ég átta mig því að Erlingur er litli Jarl. Og Erla er að sjálfsögðu Jarla eins og ensku myndi það vera, ef það væri ekki alltaf bara að tala kallinn, þá var það Earl og Erla. Þannig að svo er ég svo heppin að hafa eignast að koma mjög perralega lítil afmælisrit út íslenskufræðinga og fræðimanna og Árnastofnun og svona. Og í einu afmælisritinu var kaflunafnin Erla og það rakið til heiðinni. Þannig var að upphaflega hét Maríu Erla Friggjar Erla, réttar Friggjar Jarla, vegna þess að Friggjarkona Óðins yfir Gyðjan, þá er hún þá fuglinn sem er kynþokkafyllstu bæði kallar og konur, skýrður eftir henni og kallar Friggjar Jarla. Þannig að Erlan heitir á öðrum tungum Dilliróa eða Vippstjert á dansku og Wagtail á ensku. Ég er ekki allir búin að ná sem muna. Og það er óskaplega fyrir svo gáðu, en það er alltaf skilt mann og svona. En það er sem sagt ótrúlega gaman að segja Erlum. Fólk er mjög íhaldsamt að breyta nöfnum sínu nema við Trausti, við erum eitthvað svo mikil karlmenni. Það kostar 6.000 krónur í þjóðskrá. En hérna, það er gaman að segja Erlum sem halda að þær séu bara einhver lítill fugl, að þær séu kvenjarlar og þær bara, maður sér þær breytast og eflast og þá segir bæti við og farið svo vel með valdið. Og auðvitað kemur fyrst upp í hugann varðandi mömmu og hennar kynslóð. Nú liggur elskuleg tengdamóðir Trausta bróðir á Líkbörum sem er 7 árum eldri
sem hann var held í fyrsta stúdínan í sinni sýslu. Og á margan hátt sambærileg kona við mömmu, fædd á þeim tímum þar sem að konur eignuðust bönns af börnum í staðinn fyrir að mennta sig og verða sterkar á við kallana. Og blessuð sé minning Friðnýjar Pétursdóttur og mömmu og þá fyrir hann Trausti loksins að komast að Jarl. Takk, Tóta systir. Alltaf mín fyrirmynd. En líka í nafnavali. Og ég er saman að ég meðast ég hafa stækkað og orðið teiknari þetta nýja nafn. Gaman að prófa þetta fyrst að prenti, sko. Horfa á nafnið og fannst þess að það passaði mér. Að vera Jarl. Ég ætla að halda smá tölu á mömmu, sem mörguleiti mjög sérstök kona, einstök kona var. Og þegar ég fór að hugsa þetta, sko, hvað þetta segja, þá fór ég að hugsa fyrstu minningarnar. Það síðan ég var lítill, þó ég verður ekki eins og Lilja-systir, síðan ég fæddist eða skýrðist, þá man ég eftir hlýju og ást og heitu kakó í pela. Það var átti bátt og það var alltaf stuð, alltaf fjör. Mamma var svolítið stuðbolti, söng og spilaði og það var alltaf fullt af krökkum að leika sér, ekki bara við systkinin, þetta er alltaf hverfið. Til dæmis góður vinur mín í næsta húsi í Samskóna íbúð, Bjössi, hann var hérna með 3. Stundum fór ég heimsótt til hans, en þar mátti maður ekki koma við veggina. Þegar mamma svo alltaf að þrífa. Það var ekki þannig heima hjá okkur. Og öll börn í hverfinu voru velkomin. Og allir sem áttu einhvern veginn bátt, hvað þau komið heim svona, fengið eitthvað í drekka og borða. Og mamma átti aldrei bátt sjálf. Og hún kenndi okkur svo margt og ég ætla kannski að lesa eitt kvæði sem ég með hérna. Af því að sólin skín í dag, þetta er dýradagur og eins og fyrir 90 árum, 9. febrúar 2009, þá var mikið hamingjudagur í lífi Alexanders og Þórunnar, eignast bara þess einu dóttur. Hvað sagði ég? Og Þórunnar. En eitt af kvæði sólargeislana, eins og við sjáum í dag, það er alveg dæmi hennar hugarfar. Að geyma góðu stundirnar og muna þær og sjá, sem sagt, sólina en ekki skugga. Safnaði sólargeislum og sumarsins nossum, mundi eftir gleðina gjöfum og gæfuna kossum. Þeimum á dimmum dögum og í dauðans skugga, draga sviða og sárum, sefa og hugga. Og þetta akkurat reyndi ég oft líka þegar mamma var svo veik, hún var svo 43 ára með krabbamein í blóðinu sitt, því að þekki þessa sögu. 7 börn, 42 ára, 30 ára. Já, 72. Og þá sá maður þess að hlýða alltaf, maður var alltaf þessi vorkun og erfiðleika, hún var samt svo sterk og hún menntaði sig sem kennar og kendi og ég þekki fólk sem var hjá henni í skóla, í Kópavogsskóla, einn læknir sem ég vinn með, sem að myndi svo upp mömmu því hún var alltaf svo glöð og gaman í tíma í henni. Hún söng og spilaði líka og fekk að kaupa píanó í Kópavogsskóla, lærði á gítara þegar ekki til píanó, þegar að syngja að spila undir með söngrunni. En svo kynntist ég annarri lega mömmu og það er einn erfiðasta stund sem ég átt þegar ég verið læknan á mömmu. 4. ári, búinn að reyna ýmislegt að sjá, en var í námskeiði, í náminu hálsna og eyrnasjúkdóma þegar Stefán Skaftason sem var kennar okkur og læknir mömmu kom með hana í tíma sem dæmi sjúkling sem hafði heppnast vel að eiga við, skera. Og mér leið svo aðsnæðlega sko að ég var ekki bara hann að lækna nefna, þetta er sonur hennar, en hún sem sagt kendi, hún var að kenna, ég var alltaf að kenna og kendi okkur lækna nefnum ekki bara þennan sjúkdóm, þetta hugarfarið. Tók sem stafsett baugað og kinnina og allt saman
og sýndi okkur fram á að það er hægt að lifa góðu lífi og sjá sólargeislann þrátt fyrir alla erfiðleikann. Og í þessu samhengi þá er sko akkurat það sem skiptir máli er ekki það sem við lendum í. Við lendum öll í hremmingum, meira að minna, flest okkar, sumir lenda í hræðilegum hremmingum eins og mamma, en hún tekur rétt á því, bregst betur við því. Þá er annað kvæði sem ég kannski bara enda með, ekki hafa þetta langt, sem að eldri maður fór mig fyrir og gaf mér á serjetu þegar ég var útskráður, hann með Parkinson og mjög illa farinn. En kvæði er lífsafstöðu, það heitir motto og er svona: ef þig hræðir einhver raun eða mæðir pína, ofta græðir eigin kaun, öðrum gæðir sína. Þetta er mamma. Þetta er lag eftir Völu, Sólrúnu, sem er meistarapróf í tónsmíðum, Heimur svefnsins, texti mömmu. You
ætlum að flytja þetta diski en nú tæknin komið fram úr diskum, þannig að það upptöku sem fundum á netinu. Þau ekki að byrja völ að standa upp og glæða. Diskurinn í letan ganga frá Kammersveit Suðurlands og Hilmar Örn Arnarsson, náfrændi Dísu og Strausta sem stjórnar. Tengjast ættir. Næst ætlar Alexandra að lesa lítinn kafla úr Hópmammu bernsku byrjun aldar, sem byggð á endurminningum Þórar Ömmu, sem ég notaði í skáldsögunum Stúlkum fingur. Þessi bók kom út 51, þannig að hún hefði verið að skrifa þetta þegar ég var 30 ára. Ég man ekki þetta í þýrandar. Og sem sagt, eins og Þór sagði, byggða á, þetta skáldsaga byggða á endurminningum Þórunar Ömmu. Og það hérna fremst í Fastu nokkuð hljóðina? Sleppti bara hljóðina? Ég með það. Já, hann það. Það fremst útklipp úr dagblaði þessar mynda Ömmu og Þórunar Ömmu vegna þess að sem sagt maður lesi í útvarpinu, útvarpsræði og tíma seinna. Já. Minnst það kannski tvisvar Ég lesa í þennan blessi í 133. Og þá var hún búin að vera 1 metur í skóla og sem sagt henni gekk vel í skólanum en þó talaði það svolítið fyrir að það var þetta mannsinn að eiga peninga. Foreldrarnir var ekki rík og þurfti að borga mikið í húsaleigu og launin ekki á pabbi en að fyrst sjómaður á fiskiskútu og rætti ekki mikið. Og þess vegna fór hún að selja brauð og bækur og það er svona setti svolítið strikir reikningin en Þórun náttúrulega finnst manni samsvarandi Þórun Ömmu. Nei, fyrir ekki, önnur persóna í bókinni byggð á þessari Þórunu Ömmu okkar. Hún var elst af 5 systkinum í þessari skáldsögu. Nei, næst elstur var Bjarni, svo var Unnur, svo voru 2 stelpur, Helga og Anna og yngstur Nonni. En sem sagt samt var hún nú 5. í röðinni í 4. B. Og það skrýtna það þessa skólagöngu að það voru bara börn fína fólksins sem fór í 1., 2. og 3. bekk. Sem sagt hún og mörg önnur byggðu bara í 4. bekk og hún fór ekki í 4. A, það var bara börn fína fólksins sem fór í A. bekk. Jæja, ég ætla nú að lesa sem sagt þegar við 7. kafla. Unnur réð sig til að gæta drengs náða sumarið. Móðir hans gerði sér far að hafa hann alltaf fallega klæddan og hreinan. En það var erfitt og oft ómögulegt að gæta þess að hvorki kæmi blettur né rugga á flutt þessa litla fjörkáls sem var með nefið niðri í öllu. Unnur fékk stundum skammir þegar matrósafjöldin eða flauelskúsurnar og silkiskyrtan voru molduð og kryddluð. Ég get ekki fengið hann til þess að sporsera allan daginn með staf. En hann vil endilega leika sér, sagði hún þá sér til afsökunar. Einu sinni delvist hún að bæta við. Mér finnst að hann ætti ekki að vera svona fínum fötum hversdags. Svona inn á ekki til með fín föt, svaraði frúin stórmóðgur. Júlla, það besta vinkonunnar og þetta systir. Júlla gætti lítillan telpu sem hún ók í kerru. Unnur öfundaði Júllu af því hvað telpan var þæg og stillt og laus við þá tilhneigingu að ata sig út. Þær hittust næstum daglega og dunduðu saman með krakkanum. Vinnudagurinn var langur og þær voru þreyttar á kvöldin.
En 4 krónur á mánuði var líka laglegur skildingur fyrir 11 ára telpu. Það byrjuði sko 10 ára í skóla í 4. bekk. Á sunnudögum áttu þær frí og nutu þess í ríkum mæli. Einn af fegustu sunnudögum sumarsins gengu þær í sólskinskapi niður í Góðtemplarahús. Ég mætti því það var kallað Gúttó í bæja. Þar var saman kominn meiri hlutin af meðlimum æskunnar sem ætlaði að fara í skemmtiferð. Það gat ekki orðið nein langferð þar sem ekki var völ á öðrum farartækjum en hinum 2 jafn fljótu. Hópurinn skipaði sér í 2-falda röð og gekk syngjandi eftir að ferðinni var heitið suður í Kópavog. Á grösugri flöt var farið í leiki, til dæmis að hlaupa í skarðið. Og settist hver á sinn stein eða þúfu og snetti nesti sitt. Og eftir sagði gæslumaðurinn þeim skemmtilega sögu. Ég vildi óska við gætum farið á hverjum sunnudegi í svona skemmtilegt ferðalag, sagði Unnur þegar þær voru að kveðjast borðið. Já, þeir finnst reglulega gaman að vera í stúku, sagði Júla. Ég hendur að skemmta eitthvað. Ég viss að ég gæti vel lesið upp, sagði Unnur. Kannski verður þú kosin eitthvað embætti í haust og ert búin að vera svo lengi í stúkunni, sagði Júla. Og þá kemur annað. Þann 30. júlí 1907 heiðraði hans hátign Friðrik konungur VIII Íslendinga með heimsókn sinni. Í fylgd með honum var glæsilegt fjölmenni þar á meðal sonur hans Haraldur prins. Mikill mannfjöldi var saman kominn með höfnina og í miðbænum. Allir voru sparibúnir og ungir sem gamlir biðu þess með eftirvæntingu að fá að fagna hans hátign. Út á höfninni lá hið glæsilega skip konungsins en skínandi fallegur bátur flutti hið konunglega fólk að steinbryggjunni sem var lögð rauðum plussdreggi. Leið og hinir tignu gestir stigu á land var skotið nokkrum heiðursskotum. Þau skellti ýmsa sem ekki kunnu að meta slíka viðhöfn en allra mest kýrnar sem hafði mestu makindum verið á heit á landshöfðingjatúninu. Það það sem stjórnarráð núna, og hrukku svo við eftir að heyrðu skotin að þeir ættu baulandi og öskrandi túnið. Meðfram plussdreglinum stóð röð af telpum í hvítum kjólum með rauðum mittisböndum. Þær hneigðu sig brosandi leið og hinir konunglegu gestir gengu framhjá þeim og stráðu blómum á leið þeirra. Lúðrasveit lék þjóðsöngvanna, íslenski ráðherrann og einn fagra frú hans klætt íburðarmiklum skrautbúningi böðu ásamt fleira stórmenni, konung og fylgdarlið hans velkomið til Íslands. Mannfjöldinn hylti konung sinn innilega með ákveðum húrrahrópum. Unnur og yngri systkini hennar urðu til að byrja með að láta sér nægja að sjá hennar konunglegu gesti álengdar. Ég sá kónginn ekki, ég vil fá að sjá hann, volaði Nanni, litli bróðurinn. Þegar hinir tignu gestir voru horfnir, ásamt gistivinum sínum sem hefðu búið þeim veislu. Hann verður nokkra daga hér í bænum og hver veit nema við verðum einhvern tíma svo heppin að sjá hann nálægt okkur, sagði Unnur. Næstu dagana hafði börnin í Reykjavík enga löngun til leikja, heldur skásuðu fram og aftur bæinn í þeirri von að sjá konunginum og prinsinn bregða fyrir. Unnur var satt að segja fyrir vonbrigðum hún sá þá feðga, henni virtist þeir ekki nærri því eins glæsilegir og konungarnir og prinsarnir í myndabókinni hennar. Hún hafði haldið að konungurinn væri alltaf dýrindis kófum og litfögur klæði skreytt gulli og gimsteini. Þetta getur ekki verið kóngur, þetta er bara venjulegur maður, sagði konan. Kóngar, drottningar og gosar hafa 2 höfuð og enga fætur. Eftir nokkra daga dvöl í höfuðstað landsins reið konungurinn ásamt fjölmenni sínu og fylgdarmönnum til Þingvalla.
Meðfram allri Hverfisgötunni raðaði almenningur sér til að horfa á hina fríðu fylkingu hún reið út úr bænum. Fremstir riðu Friðrik konungur og Hannes Hafstein ráðherra. Já. Þetta voru nóg hjá mig þó. Nei, ég sagði bara Hannes Hafstein. Já, Hannes Hafstein. Já, er þetta ekki bara fyrir? Já. Æðislega. Þá ætlum við að bjóða Erlu Elíasdóttur Völudóttur. Ætli Kynnin ætla að segja saman hvað spilur hans. Já, ég ætla hérna bara að leika eitt lag eftir Eiríks á Hí og það, svo sem lagið tengist ömmu í rauninni ekki neitt. En hún ætla að spila á píanó líka og öll börnin hennar lærði á hljóðfæri og flest að minnsta kosti barnabörnin. Þannig að þetta er kannski svona eitthvað sem maður hefur fengið að frá henni að vissu leyti. Næst ætlaði Erla Þórdís að vera að lesa píndir ljóð en hún þurfti að skapa til Spánar. Þannig að Álfrún Helgadóttir Völusonar ætlaði að lesa. Til upptöku líka? Upptöku? Já. Fyrst og svo Álfrún. Já, afsett, ég vissi ekki að vera komið. Vítu upptöku. Lesu tæknin, bjargar allir. Þannig stuð, sko. Já. Þetta er góð að hlusta. Sæl verið Erla Þórdís Traustadóttir heiti ég.
Ég er alnafna Erlu Þórdísi Jónsdóttir hjá okkar og ég get sem miður ekki verið með ykkur núna. Ég er mætt út á Alicante en ég fikk að skemmtilega hlutverk að lesa úr Malda í móinn fyrir ykkur og það var mjög gaman að fletta í gegnum þessi ljóð og mér finnst ég þekki hana lítið betur sem hún fór frá okkur þegar ég var 3 ára. Fikk því miður ekki kynnast henni. Morgundögg er sólin skín á suma morgni, hátt á himni björt, glitrar skær á grasstráum, hið tæra morgundögg. Hver horfir ekki hugfanginn á þá glóandi skimsteina á? Hvern langar ei til að tína þá upp og þræða upp á silkithráð? Hver trúir því þá að þessir fögru, glitrandi gimsteinar verði að óskum venjulegu vatni, ef viltu þeim ná? Illgresi. Í faðmi jarðar fast í svaf, vaxtarkraftin vori gaf. Að vetrasvefni vakti mér egn, ég festi rót og rétti úr legg. Breiddi út lauf og brosti við sunnu, grasið spratt og grænkuðu runnar. Túlípaninn og páskaliljan, litfögur skörtuðu og létu mig skilja að hátt yfir mig þau hafin væru. En saman við drukkum dropana tæru, ég elskaði lífið og langaði að bera blóm og fræ og fegurri gera. Garðinn með mínum grænan lit, á garðyrkju hafði ég hreint ekkert vit. Ég vissi ekki arfi til óprýði þætti, hélt að ég lífinu halda mætti. En niðursögum mannshöndin upp með sleit, illgresi og blómana yndisreit. Kisa. Langar kisu að læra að prjóna. Hún leikur sér að bandi en úr því verður flækjatón. Þetta er svo mikill vandi, en sko, nú gat ég nýtt einn út og tætti sundur tuskubút. Á leibrum tám svo læddist út að leikja mér við kút. Handalaus með loppunum smáum, lítið kann að vinna, en okkar mesta eftirlæti er hún litla þinna. Í fisk mig langar, mjá, 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 og mjólkursopa mitt í fá. En grautavelling vil ei sjá, í varð svo lúra má. Tónlist, ljúfur tónn frá titrandi streng, túlkar hugans tilfinningu. Hjartans bænar býður heitt andað hann sem eyra gaf. Reistu brú bifröst háa sendiboðum, sátt á friðar, fjötra leys, frelsi veit, gleði veik, græð sálum ein. Ást og líf, í skauti móðu viðkvæmt vex nú líf, vefur faðir sterkum örmum bæði. Hann finnur næmri hendi barni bærast, brósi móðu sæl við heimsins undri. Ég heiti þrá, svo leita munnu munns, hinn mjúku brjóst að barmi elskugans. Móðurskauti fagnar föður blíðu, fóstri sefur vært í hlýjum beði. Ástarsælu sálir tveggja njóta, saman er þeim jarðvist, himinvist. Frá æðri sviðum sál hins unga lífs, er send til jarðar þeim að annast vel. Og að lokum ljóð sem heitir einfaldlega Malda í móinn. Úr hröndum skýjaborgum á rausalítið bíli, búa þar við ástafrið og hlynna að grónum reit. Tíndu saman brotin og byrjaði að steypa, bæta, líma og snirta. Prýddu þína sveit. Úr æskuvonum vísnum má vefja sveig af draumum sem ilma þar og glitrar við rauðan arinn eld. Söng þinn heyri vorið og vísu þína blómin. Eilífðin í faðm sinn þeir tekur sér hvert kvöld. Er það nokkuð að kvíða þótt kastast hafi í kekki, kali rjóðar rósir og slokknar ljósi blátt. Haltu örugg velli þó að velti á ýmsu veraldra gengið, treyst á æðri mátt.
Takk fyrir mig og njótið samverustundarinnar. Það var frábært að heyra. Má ég aðeins Haukur, mér langar bara að segja að Soffía Auður Birgisdóttir, hún einu þessi stendur fyrir vef á netinu sem heitir skálkonu.is og hún ætlaði að opna með upplýsingum mömmu í dag og ég tók saman smá texta og skoðaði gegni og við kannast við Hvítaborg og Bær sem að Ingibjörg Þorberg samdi við jólalegmömmu, jólatextamömmu. Ég átta mig því að það eru 4 kórar búin að gefa út úr plötur fyrir utan plötuna frægu með öllum jólalögum Ingibjargar Þorbergs, það sem að Megas og Björk og Raka Gísla sem hefur komið út tvist en það var hún gleðilega. Nú skulum við, viltu ekki kynna sjálfara mín? Já. Já. Mamma samdi, ég man ég var í sveit þegar hún sendi mér bréf með þessu tregaljóði sem byrjar á því að sjá til pappa og svo alltaf gott í þriðja erindi og Vala eins og alltaf mömmu. Vala Sólveig Gestsdóttir, hún syngur, spilar á píanó og lágfiðlu og samti fallega lag við þessu texta. Það var mamma samti til við franslag. Heils vel.
gaman að segja brafa, bravo eða karl, brafa eða kona, braver eða fleiri og það er bara saman breyf. Þú er að gera eitthvað, það láta að taka það. Nei, auðvitað. Breyf. Nú ætlum ég að lesa pínlítið og Álfrúmál, já. Ég er svo vitlaus, ég var ekki nýtt það. Fann minn hjálpa henni. Jæja, Álfrún, dóttir Helgason og Mís, hún við dættum nú bara í hug dag þegar ég var að gramsa og fann mamma var 10 ára og gaf sína fyrstu bók sem heitir Dropar, Þendrus, Skrítlur og smásögur, smáfræðskap. Skrifaði fyrir 80 árum lífið í Reykjavík og Álfrún svo hugvæg. Hún sem 10 ára. Það að lesa vetur á Íslandi. Datt og meiti sig. Hann var svelli og meiti svo hendinni. Já. Það er svo vel. Ég skal alltaf þessu. Já. Já, svona, ok. Skal við það. Veist það halda svona? Hugurinn, sagði. Brava. Vetur á Íslandi. Á veturna er frost og snjór. Þá rennir fólki sér á skíðum og skautum og börnin oft á sleðum. Dagarnir eru mjög stuttir, einkum í desember, en jólin bæta nú upp hvað desember er dimmur. Ég fékk skíðasleða í jólagjöf á síðastliðnum jólum. Ég renndi mér á honum í fyrra vetur og ég hlakka til þegar ég get farið að nota hann aftur í vetur. Mér þykir mjög gaman það að snjói sérstaklega. Það er mikið snjó, hægt er að hafa þau stór og það er gaman að lýsa þau upp með kertaljósi. Ég hef oft skemmt mér við að velta stórum snjókufjall og hlaða síðan snjókufjallingar á. Takk fyrir. Ástæðan fyrir því ég skrifaði Stúlku með maga, minningabók mömmu. Það var ótrúlega gaman að fara í öll bréfin og hitta farþeður sín og kynnast því hvað hann hafði komið með svo fegin að hann geti gefið ykkur þessa bók. Hreinlega þá var það neðsta orkustöð líkamans sjálfur sem er endan á rófubeininu. Ef maður situr vel í forfeðrum sínum og ætt sinni þá fær maður góðan lífskraft. Það er gott að þekka hvað maður kemur. En það sem kveikti í mér að skrifa þessa bók var að Lilja systir var svo góð mamma því hún fór frá honum á Trausti 7-8 ára. Þegar mamma var veik að hún stundaði hana svo vel í sjúkdómum og mamma trúði henni fyrir pínlegustu stund lífsins þegar hún tók við stúdentspróf skírteini sínum. Henni var það sem sagt á að hitta sætastráka á kennarskólabarnum pappa. Það var Across a Crowded Room, það var ekkert verið að fara á netið. og hún er ólétt og ég man við heyrðum öll lítil að Pálmi rektor hafði sagt við mömmu þar fór gott efni í grautarbotni. Og ég var svo lítill kjáni, ég hélt að þýddi að hún hefur verið svona góður námsmaður, en það þýddi auðvitað hann var að segja jæja góðar ólétt þá hættir þú í skólanum. Var það sem bjó undir. En þegar að sem sagt ég ætla ekki að segja ykkur, jú, ég veit ekki hvað ég segja ykkur á hann. Já, lesa með litla kafla. Já, það hvernig Pálmi rektor, litli kafli er það, hvernig hann lét alla í salnum vita hver var í fallnarstúlkan. Hún mætti ekki haustið, eignaðist Alexander 22. desember, en það var samt svo mikið hneyksla að hún skildi ekki hafa hætt ólétt.
Já, Ulldaskóla. Hún var algjör námsmaskína, þessi elska. Útskriftin fer fram við söng og hátíðlega athöfn á sal Menntaskólans miðvikudaginn 16. júní. Mamma, pabbi og afi sitja vinstra megin fyrir miðjum sal. Þegar líður á athöfnina byrjar að fara mig. Ég ber mig vel með fullnaðareinkunn upp á 8,76 og prófseinkunn 8,8. Ljóma þegar Pálmi rektor Hannesson nefnir að ég sé þriðja hæst. En þegar afhending verðlauna byrjar þá líður mér illa. Verðlaun í þýsku eru ekki veitt. Það af því að ég átt að fá þau? Kannski var félagið Germanía bara miðursýn af öðrum sökum, það má vel vera. Paranoian tekur allt til sín. Ég svitnaði fínu fötunum og fer yfir einkunnir mínar í hugunum eins og róandi þulu. Íslenska 9, íslensku stíl 9, þýska 9,8, latína 9,5, saga 9,2, náttúrufræði 10, stærðfræði 9,6, eðlisfræði 9. Þá erum við kölluð fram eitt og eitt til að taka við prófskírteininu úr hendi rektors. Minn bekkur 7A fyrstur og ég framarlega í stafrúminu. Þær ganga fram bekkjarsystur mínar, taka við henni fína skjali, hneigja sig létt og rétta rektor höndina sem hann tekur þétt í, brosandi. Eins og aðrir horfi ég glöð til foreldra minna á leiðinni til rektors, geng fram þegar nafnum mitt kallað upp, tek við skírteininu glöð og brosandi, rétti fram höndina og þá kemur hryllingsaugnablikið. Refsingin. Niðurvælingin. 5 fingur út í loftið, lófi, handarbak, hægri hönd mín frýs í loftinu. Hann ætlar ekki að veita mér handsali. Hik, vandræði, andstyggilegt augnaráð, kinnroði. Ég skynja hvað allir hugsa. Rektor hefur ekki hugsað sér að hylla mig með handsali eins og hina. Hann stígur höndin í vasann og horfir á mig. Salurinn veit, allir hafa sagt frá því heima og hér stend ég, hryllingurinn með magann. Ég kippa með höndinni, tárin glöggast fram, bakka og sest. Kvöldið að lokinni veislu og gestakomu, faðmlögum og kossum, sest ég í rúmið með dagbókina mína og skrifa og skrái lífsins kaldhæðnustu færslu. Útskrift. Ég fæ verðlaun fyrir iðni, siðprýði og framfarir. Blóm berast og gestir koma. Vilja sem sagt að barnabeði trúði mamma Lilju fyrir þessu. Og það bara, þá sá ég hvað þetta var táknræn mynd af því hvað kúgun kvenna var mikil. Að eitthvað færi lífsins veg. Þið heyrðu nú ljóðið hún áðan hvað hún var opin og frjálslynd. Kona, að lífsins veg gangi barn væri skömm. En sem betur verið heimur að lagast þó að maður finnir til með köllunum sem eru núna teknir af einn fyrir einn allan heim. Fyrir að beita það má aldrei beita neina viðkvæma veruvaldi, það bara þannig. Afsakið breytingu. Næst alltaf mér yndislegu systur Lilju og Vala að spila tvíleik, Serenötu Schuberts Städtchen á horn og píanó og þetta lag sem mamma spilaði svo oft og það var ekkert betri í heiminum þegar maður var lítill af því að mamma spilaði þegar maður var hamingjusöm að liggja og slaka og hlusta. Ég er mjög burðar þar að ég er ekki píanisti, ég er bara alveg fyrir. Þess að allir vita að ég er skamma að það er ekki lítið vætið. Ég veit að því að ég er alltaf játtins. Það líður mér ekki betur. En það samt að segja að það er erfitt að
eiga atvinnu, það sestur Dísa víóleikarinn. En maður er svo heppinn að vera með smá menntun í músík og eiga atvinnu tónlistarmenn til sýstu, þá veit maður hvað maður kann lítið. Svo sem er áfram stelpur, það er á ensku go go girl. Go girl, áfram stelpur. Go girl! Go girl! Við bara byrjum aftur fyrir börnstinni. Já. Bara eins og í stofunni. Við erum mannlega, ekki mannlega. mínar bestu minningar tengjast því þegar mamma söng á kassett. Hún gerði það alltaf.
en mjög lengi þá við fórum að hættum að vilja það sem sem. Þá lá hún að vilja mín og Ásdísar og söng og maður var ekki gamall þegar maður vissi að mennirnir enska missa gráta og sæl. Hún var dramatísk, hún söng hérna Sjáðu ástin mín. En ég vil þakka Lilju, systur, fyrir að hafa hægt mér við þetta þegar við hægt að spila þegar við varum 15 ára. Og fórum við söguna, fjölskyldu söguna. Og tónlistar, ég veit það er það og heldur áfram. Jakob tónlist. Og takk fyrir öllum fyrir að koma. Nú erum við að syngja Erla Guðerna. Já, ég er ekki búinn. Það var þannig að þetta var svo mikið popplag og vinsælt að þegar mamma var í barnaskóla voru 5 11 í bekknum í öllu og 3 voru ljónsdættir. En það var Þórunn mamma sem ýtti á hana með að bæta þau nafni í fermingunum, þá vildi hún vera Þórdís. Má ég spyrja að syngja 2 erindi? Hvernig allir 2 erindi? Út í þess að Álfar, Vísnarsvæðið Stó, leikar Húskris, einhverju hvernig á henni hafði í? Ok, þið tekið náttúrulega fórspil, þið gefur tóninn. Textin er frá. Er það? Ertu með texta? Já, við getum við saman síma. Sett á mér. Já, það er einhverjum texta varða. Langar einhvern að segja eitthvað, Ragnar mín? Ég skal bæta þér smá. Já. Og ég segja mjög orð. Við Erla vorum systkinabörn. Og fyrir nokkrum árum kom út bók sem að Þórunn skrifaði og við ætlum að hittast, hérna systir mín býr í Bandaríkjunum, við ætlum að hittast og fara í ferð Snæfellsnesi og fara í spor forfeðranna eftir bókinu hennar Þórunnar. Þórunn fór til Texas. Lilja fór til Texas í staðan fyrir að mæta vestur og Snæfellsnes. Sem var mjög gott fyrir okkur vegna þess að við þurftum að lesa bókinu miklu betur, spekulera okkur í kvöldi hvað við ætlum að sjá og það var mjög skemmtileg ferð. Ég þakka bara kærlega fyrir allt sem við búum að gera. Ykkur öllum. Takk fyrir. Sáum við Haukur, það eru 4 erindi, en við sýnum bara 2 þegar ég á að Já. Þeir eru sem mamma kenni mér að maður ætti að gera fórspil. Yeah.
og ég er nýbúin áttur með að þetta er eftir Kaldurins. Það er samt ekki kannski þess vegna. Og Stefán frá Hvítadal í textan. Og þá eru kærir gestir þá bara, það er mjög góða veitingar sem hægt að kaupa uppi fyrir þá sem vilja. Mér skilst að í til með 6 ára afmælis Hannesarháls sem var í gær, þá sé hægt að fá einhvern mat, 3 fyrir 2. 3 fyrir 2. Og kaffi og kökur og eftir hvað bunda hólir, en ef einhverju bakki þá getur einhverju að kappa, held ég. Já, elsku, hvað sér en hún tók frá mig Takk fyrir komuna, nú skulum við bara vera glöð. Skemmt að hafa nótur. Þá skrifaði hún sérstaklega Guðrúnu